Ólafur Ólafsson, kaupsýslumaður, hafði milligöngu kaup Sheiks frá Katar á stórum hlut í Kaupþingi skömmu fyrir hrun. Við ræðum við Ólaf þessi umdeildu viðskipti. En við skulum byrja á að heyra í kaupsýslumanninum Ólafi Ólafssyni. Þóra Arnórsdóttir ræddi við hann í dag og bað hann fyrst að útskýra munin á sjóðunum tveimur í Katar sem Kaupþing reyndi að sækja í fyrra. Já, annars var verið að leita eftir í að fá Qatar Investment Authority sem eitt stærsti sovereign sjóður í heimi með 80 billjónir milljarða dollara þess að fjárfesta í Kaupþingi og hins vegar til einkafjárfesta sem að tengjast stjórnvöldum í Katar. Sem títtnefndur Sheikh Mohammed Al Thani. Kom aðeins að honum á eftir, opinberi sjóðurinn, sem þú nefndir, vildi kaupa 20% hlut í Kaupþingi í fyrra sumar. Hvers vegna gekk það ekki eftir? Þeir gerðu tilboð sem að skerstu það mögulegt tilboð sem skerstu það að kaupa 20% af nýútgefnu hlutafé sem heimild hafði verið gefin fyrir á hlutafundi. Tilboðum miðast við, ef ég maður rétt, að notast væri við book value að frádröðu allri viðskiptavild. Þetta þótti mönnum og langt á þeim tíma, enda bankin velstæður og í góðum málum eins og menn best sá á sumarmánuðum, júlí mánuðum. Já, þeir vildu kaupa á bókfærðu verði sem var þá nokkuð undir markaðsverði. En telur þú að Kaupþing hefði ekki fallið ef þessi peningar hefðu komið inn? Það lítur nú hver maður að sjá að markaðsverði 20% í Kaupþingi var yfir 100 milljarðar króna. Hefði það komið inn í eigið fé bankans þá væri staðan orðið allt önnur. En þá að, eins og segi, títtnefndum Sheikh Mohammed Al Thani sem var beðinn að kaupa hlut í Kaupþingi með sínum einkasjóðum. Hvernig kom það til og hver bað hann það? Ég kynnti Kaupþing fyrir þeim sem og fleiri aðilum á þessu svæði og það var að gera ítarlegar úttektir á Kaupþingi að PricewaterhouseCoopers stóð yfir 2 mánaða skeið og eina þær ítarlegustu sem ég hef heyrt af. Og þar sem að mönnum bara leist mjög vel á Kaupþing og taldi það mjög áhugaverðan kost. Kaupþing var ekki með öll þessi undirmálslán og vesinn sem var að herja á bönkum hér öfru á þeim tíma. Og menn voru til dæmis spennti fyrir því tækið sem það var og þess vegna var þessu vissi. En fyrst að bankin stóð svona vel að mati PricewaterhouseCoopers, akkur lánaði bankin þá fyrir öllum kaupunum og tók sjálfur áhættuna á helmingnum hátt í 13 milljörðum króna? Það nú bara algengt í viðskiptum á Íslandi að taka lán upp á 50% í svona viðskiptum ekki hátt lán. Þeir lögðu fram persónulegar ábyrgðir fyrir þessu og mun meira en það stóð til að fara í frekari viðskipti milli bankans og þeirra og ég held að þetta hafi bara verið tiltölulega hátt eiginfjárhlutfall í svona viðskiptum 50%. Þannig að þið finnst þetta ekki lýsa svona ákveðinu örvæntingu á hálfu bankans að hætta sjálfur 12,5 milljarði við sölu á eigin bréfum? Þú hefur nú bara séð það í bankahruninu að menn fjármögnu hlutafjárkaup gjarna með lánum að ákveðnu marki. Það er ekkert óeðlilegt við það að þessi lána 50% á móti kaupverðinu. Kaupin fóru fram í gegnum 2 félög, annað var stofnað á Íslandi í nafni Al Thanis, hitt skráð á bresku Jómfrúreyjum og í eigu Ólafs. Hvers vegna farin þessi leið? Það var fyrir það kannski 3 megin ástæður. Annars verður þá varðandi Jómfrúreyjarnar, það er ekki tvísköttunarsamningar milli Íslands og Katar. Hins vegar þá var lagaumhverfi á Íslandi mönnum ekki algjörlega þekkt. Í þriðja lagi var fljótlegt að stofna fyrirtæki á Jómfrúreyjum og ég hygg að það hafi nú valdið því að menn töldu það heppilegasti valkosturinn. Þú lítur þetta að skilja að mönnum finnist það skrítið annars vegar sé þitt félag skráð á bresku Jómfrúreyjum sem að er svona sett í hóp með skattaparadísum og hins vegar sé það hans félag skráð á Íslandi. Ég bara skil það mjög vel að menn botni ekki algjörlega í þessu viðskiptum, þau eru tiltölulega flókin. En hver bað þig að vera eiganda félagsins? Ég var koma þessu með mörgum aðilum og ég er búin að lýsa mínu hlutverki, það var að koma á viðskiptum milli íslenska fjármálastofnunar og þessara aðila sem voru mjög eftirsóknarverðir og allir vestrænir bankar leituðu til á þessum tíma og ég var tilbúin að tegja mig langt þess að geta orðið að liði í þeim viðskiptum. Segðu mér annað sem hefur verið rætt það að þú að hafa keypt skuldabréf í Kaupþingi eða frá Kaupþingi á 13 milljarða króna og selt bankanum á 25. Algjör fjárstæða.
Algjör fjarstæða. Og það mjög sérstætt að vakið fyrir mönnum að birta svona staðhæfulausar fréttir svona viðskipti. Þú segir þetta sé hrein lygi? Hrein lygi á góður íslensku. Og ekkert í ætt við þetta hafi átt sér stað? Ekkert sem ég þekki. Já, þú ættir að þekkja það? Já. 20 milljarða viðskipti fara nú alltaf fram hjá mönnum. Það er reynt út við þetta hrein lygi á þinni kjartgóð íslensku. Annað sem rætt hefur verið þegar Al-Thani gerir upp sinn reikning, keypti Kaupþing á honum gjaldeyri á yfirverði svo að hann og greiddi þannig niður skuldina. Hrein fjarstæða. Það var þannig að eftir að hryðjuverkalög voru sett á Ísland og eftir að Seðlabankinn hafi farið inn í Glitni, þá var einsýnt í hugum þessara manna að það væri komið að leikslokum fyrir Íslandinga. Þeir ákvaði að gera upp skuldir sínar við íslenska stofnanir. Þeir keyptu á Reuters-markaði og þú getur séð hver hann var á þessum tíma. Fyrir $50 milljónir, 12,4 milljarðar króna. Það er nákvæmlega verðmæti krónunar á þeim degi sem þeir keyptu þetta. Þá voru gjaldeyrisviðskipti á Íslandi lokuð. Þeir keyptu þau erlendis, borguðu sínar skuldir. Þá vantaði einhverjar smá upphæðir upp á og nokkrum dögum seinna var restin kláruð. Þeir borguðu sínar skuldir í krónum nákvæmlega margar og láni höfðu upp. Þannig að þú segir að Seikin hafi tapað þarna rétt 13 milljörðum króna í þessum viðskiptum? Seikin tapaði verulega miklu í krónum. Ólafur Ólafsson þarna í London. Velkomnir Vilhjálmur og Pétur. Pétur, mér langar til að byrja á þér. Hvað sýnist þér þessi viðskipti? Sko, nú er það afskaplega erfitt að meta svona einstök viðskipti og fara ekki í dómarasæti. Og maður getur ekki farið í dómarasæti nema að þekki allar aðstæður. En það er ljóst að þetta þarf að skoða. Og við erum nú búin að setja í gang svona sannleiksnefnd sem á að kanna allar færslur og allt slíkt í þessum málum bæði fyrir og eftir hrun. Og ég bind mikla vonu við það að hún reki svona dæmi og svo er auk þess búin að setja á laggirnar sérstakan saksóknara sem að mun fara hún í sína mál og hann hefur úr miklu fjármunum að móða, 50 milljónum plús. Hann fer sem sagt nánast eftir þörfum. En það er ljóst að við gjaldþrot almennt þá reyna margir að bjarga hagsmunum, bjarga sínum hagsmunum og teygja sig oft ansi langt og það kemur því miður fyrir að menn fari á skjön við lögin. Ólafur sagði að hann var tilbúin að teygja sig langt til þess að þessi viðskipti gætu gengið í gegn. En hvað er mögulega ólöglegt þarna? Já, það er eitthvað sem saksóknarinn þarf að finna út úr, sko. Ég get ekki sest í dómarasæti út á þessu sérstaklega máli, ég bara kæri mig ekki um það. En til þess þarf að maðurinn að fá verjanda og allt slíkt, þannig að við lifum ju í réttaríki. En ég vil bara benda á það að í svona miklu gjaldþroti þá gerast margir hluti sem gætu og eru oft á tíðum því miður í andstöðulög. Og bæðir það að hlutum er hreinlega stólið og eins það að það er verið að svindla á búinni sýndagerning og annað slíkt. Þetta þarf alltaf að skoða í þessari nefnd. Hvað finnst þér þurfa að skoða þarna? Þarna eiga sér stað milljarða viðskipti og það verðast enga greiðslur eiga sér stað nema þá með einhverjum affallapappirum að þeir virðist í lokin. Já, ekki segir Ólafur. Eins og Ólafur lýsti. Já, hann lýsir því að hann lýsir þessi þannig, en í fyrsta lagi vekur það náttúrulega mikla furðu að það þarf að gera eitthvað að skattalegum ástæðum og þá er Katar-hlutin gerður á Íslandi og Ólafs hluti gerður á breskum Jómfrúareyjum. Og nú er ég ekki alveg kunnugur með mér er ekki kunnugt tvísköttunarsamninga milli Íslands og breskum Jómfrúareyja, en þetta með skattaparadísa þá ég hæpi það svo sé þannig að það strax svona vekur eina stóra spurningu. En það liggur alveg fyrir í þessu bankarhruni að bankarnir voru að halda hér uppi hlutabréfaverði með því að selja hlutabréf í sjálfu sér og lána andvirðir gegn haldlitlum veðum og kannski engum veðum öðrum heldur en hlutabréfunum sjálfum og halda þannig uppi hlutabréfaverði þannig að þau kæmi ekki inn á markað og eins og einhverjir stjórnarmenn kunna segja verð á hlutabréfi ræðist eftir framboð og eftirspurn sem gerir alls ekki en þannig er verðinu haldið upp með því að það er lánað þarna út áhættulaust lán menn bera enga ábyrgð á
á þessum lánum vegna þess að hlutabréfunum sjálfum, arði af hlutabréfunum ætlað að borga þetta eða verðbreytingum á hlutabréfunum. Og við erum að tala hérna útlán allra íslenskra banka upp á 1700 milljarða þegar bankakerfið hrynur í lok september. Og síðan segir hérna hver mannaþveran, það áttur engar óeðlilegar og ólöglegar færslur sér stað. Það er merkilegt ef að íslenska lýðveldið hefur hrunið af löglegum ástæðum og í mér er það mjög til efs. En ég ætla líka að segja það að þegar hlutafélög eru stofnuð þá ber að greiða andvirði hlutafjár til félagsins. Ef það er ekki greitt þá ber að votta það að þetta sé með verðmæti sem standa undir því að greiðslu komi fram. En það að hlutabréf eigi að greiðast með sjálfu sér er náttúrulega bara fásinna og eins og Ólafur lýsti þessu þá var þetta mestanpart þannig. Já, hann sagði það. Og síðan ætla ég að segja aftur að þetta er ekki fyrsta skipti sem svona furðupersónur og furðubankar hafa gósuð upp. Þannig að þú ert að segja að kalla Sheikinn furðupersónu? Já, hann hefur aldrei verið spurður nokkuð skapaða hluti þessu máli. Ég reyndar að fá samband við það, það er ekki heglum hægt. Og þetta er, sko, fyrir 6 árum, þá var Búnaðarbanki seldur. Og hverju var hann seldur? Hann var seldur einhverjum þýskum banka og ég með reikninga bankasénundur höndum frá þessu tiltekna ári og það er útilokað að bankin hefði eignast þetta og svo er ég með vottorð hérna frá því virta endurskoðunarfyrirtæki í Þýskalandi, KPMG, sem með allt niður í sig út af neyslumálum hjá Siemens. Þannig að þeir votta það að þeir eru að votta reikning en vísa til vitlaus ártals og segja þetta á ensku með svo loðnu orðfæri að það er ekki nokkulega að lesa í það hvað þeir eru að segja. Það sem þú ert að segja er það að Hákon Áfors er það ekki bankinn sem þú ert að benda á, að það hafi verið einhvers konar leppur. Er þetta að segja að Sheikinn sé einhvers konar leppur til að halda uppi, hafi verið leppur? Já, hann er búinn til þess að slá ryki í augu íslenskra sparifjáreigenda sem að annarkoð kenga á sínum hlutabréfum í Kaupþingi eða voru að kaupa meira. En nú framvísaði hann kvittunum það hann hefði greitt sína skuld við Kaupþing, það er 12,5 milljarð. Já, það er nú hægt að búa til blöð, þannig að þetta var ekki svona gjaldkera-kvittun eins og úr verslun. En eins og ég segja að mér finnst furðu margt líkt með þessu og þetta, eins og Pétur hefur rækið, að færslur á síðustu dögum bankana, þær eru til og þetta verður rakið. Það verður rakið, áreiðanlega. Og það er það sem okkur skiptir máli. Ég vona að verður rakið miklu lengra aftur. Allt til sölu að Búnaðarbankanum eins og til 2003. Já, ennþá lengra aftur, 15-20 ára aftur tíma. Pétur, það er nefnilega einmitt máli, menn segja að þetta verður að rannsaka, þetta verður að skoða, það verður að rekja þetta, en það gætir samt óþolinmæði vegna þess að það er, sko, slóðir eru hægt að dylja og fela, þarf ekki að ganga í máli á krafti. Þú segir 50 milljónir til sérstaks saksóknara, er það óskaplega mikið, þarf hann ekki með sér meira lið? Það má vel vera sko. Það eru liðnir 4 mánuðir frá hruninu. Mér skilst reyndar að það hafi verið tekið afrit af öllum gögnum bara strax í byrjun. Þannig að sko tölvugögnin eru öll til. Hérlendis og erlendis? Allt, já, erlendis það veit ég ekki. Það er nefnilega vandamál til dæmis fyrirtæki, sjálfstæð fyrirtæki í Luxemburg og víðar. Að það er ekki svo hlaupaði að fá gögnin það. Og mér er ekki kunnugt hvort að minna að fengi þau gögn en þau geta verið nauðsynleg í púslinu til að finna út sko, hvað eiginlega verið að gerast. Alveg áreiðanlega. Þannig að þetta verður mikið púsl til að finna út úr þessu og verður óskaplega dýr rannsókn hjá þessari rannsóknarnefnd. Það er ég alveg samfærður um. Já, já.